Komið sæl og blessuð og velkomin í helgispjallið okkar hér á Samstöðinni. Gestur vikunnar við getum sagt nokkuð umdeildur. Hann hefur stundum hátt, skoðanir hans ekki allra, en hann á sér líka gríðarlegan fjölda stuðningsmanna. Hann svo nokkuð sem nefnt fyrrum dómari, þingmaður og verðandi borgarfulltrúi held ég að megin og nánast staðhafa. Brynjar Níelsson, vertu velkomin. Takk. Þú ætlar að ræða við mig persónusögu þína, berskuna, manneskjuna á bakvið þá opinberu mynd sem að jafnan birtist almenningi. Og mér langar kannski svona til gamans að talandi manneskjuna á bakvið þig, að minnast þess, ég veit ekki hvort þú manst það, en ég held í fyrsta skipti sem við hittumst. Ég hafði nú talað við þig áður sem blaðamaður í gegnum síma og eitthvað svona, en ég held að þetta hafi verið fyrsta skipti sem við hittumst. Þá ég að reyna að taka alvarlegt viðtal við þig á Alþingi ef ég man rétt fyrir sjónvarpsstöðina Hringbraut og við lentum í hláturskasti og það endurtók sig hvað eftir annað. Ég held ég hafi þurft að byrja 6 eða 7 sinnum og við hlóum og þetta var eiginlega mín sök. En ég veit ekki af hverju þetta gerðist og það sem merkilegast, Brynjar, það að það var þá þarna til YouTube upptaka af öðru hláturskasti þar sem þú komst í sögu. Já, ég segi að í bæði skiptum var þetta blaðamönnum að kenna. Já. Og ég mætti það sem komst á YouTube eða raunverulega var á vef RÚV þegar Heiðar Örn var að taka við viðtal sem bara gekk ekki. Nei. Og svo bara gáðist upp og ég fyrir bara heim og svo hringir Heiðar í mig og spyr hvort hann megi birta klippur úr þessu. Og ég sagði bara já, ef þú eyðileggur ekki pólska fyrir minn með því. Sem hann gerði ekki. Og svo gerði það og svo hugsaði ekkert meira það og svo bara fer þetta greiðilega ofti og ég veit ekkert að því og svo fer ég bara einhverja sjoppu sem ég átti erindi. Og bara mæti ég manni sem fer bara að hlæja þegar hann sér mig. Sko. Og þá hafði hann séð þessa klippu, sko. Já. Ég man nú ekki, í okkar tilviki hvað gerðist. Ég man að það var þér að kenna. Já, ég man ekki en það eitthvað í svipbrigðum þínum og hvernig þú horfir á mann og það sko, af því þetta hefur aldrei gerst áður hjá mér og þetta gerist tvisvar hjá þér, þá held ég að sé einföldun að við kennum blaðamönnunum einum þetta. Já, mjög staðifaldast. Þetta staðifaldast. Nei, sko, það náttúrulega einhver kómísk ára stundum yfir þér og stundum fær maður náttúrulega á tilfinninguna að þú sért að þið leiðist ekki að jafnvel ögra, sko, og við kannski förum betur í það síðar en þetta einhver mesta raun sem ég hef lent í en líka eitt af skemmtilegasta sem ég hef lent í. Það gott að hafa lent í einhvern tímann. Já. Manstu svona tilvik frá Alþingi og ræðustóli? Ég sá einhvern tímann klippu af Pétri Blöndal í ræðustól. Það verið bara einhver næturfundur. Já. Og þá hleypur oft galsi í fólk, sko. Já. Meiri líkur eitthvað svona gerist á kvöld eða næturfundi. Já. En ég man ekki eftir því almennilega þegar ég var, sko. Ég held að það verið áður en ég var á þingi, sko. Já, við munum eftir Loga Já, það voru að lýsa forsetanum í einhver stöðar í Kirgistan. Já, hann reyna að bera fram. Bera fram, já, Túrkmenistan, já. Já, ég skil það hláturskast mjög vel. Sko. Já, fréttaþulur á Stöð 2 þá og þau sko fá bæði Brynhildur með honum og þau bara missa það alveg sko. Já, það svo erfitt, þú ræður ekkert við þetta. Nei, sko, ég mætti að við reyndum þetta ítrekkað og þau bara komin í kastið. Já. Þá bara þarftu bara, senda það bara sólarhringshlé þess að ná þér, sko. Já, það einmitt, sko, þetta vítaringur. Þetta vítaringur. Og mikil gleði. En hvar fæddist þú, Brynjar, og hvenær? Ég fæddist 15 árum eftir stríðslok, 1960. 1960, já. Í Hlíðunum, bjó í Barmahlíðinni, bara öll mín. Fæddist þar í herbergi. Já. Og bjó öll mín ár fram til, ég flutta heiman bara 23 ára eitthvað svoleiðis. Já, brjálaða valsari. Brjálaða valsari. Ég ótrúlega ólst upp
eiginlega svolítið á Hlíðarenda Já, já. og Hvaða íþróttir stundaði þeir? ég stundaði fyrst og fremst fótbolta. Já. En ég var eiginlega svolítið jafnvígur á þessar boltaíþróttir. Ég hefði getað verið bara ágættur í þeim flestum. Já, hvaða stöðu lékstu? Ég var svona framherji meira. Já, gaman að skora mörg. Skoraði mikið mörgum. Fauti, grimmur? Nei, ég var svona þessi sem tiplaði svona kringum pollana og var ekki, það var alltaf pollar á völlum í Kanada. Já, já, já. Ég var ekki svona harðjaxli neitt, sko. Nei. Ég var svona, og hefði maður nú kannski haldið áfram lengi, að þá væri sennilega skrokkur í farið, sko. Ég var nú ekki alveg byggður fyrir þetta. Þeir koma sumir til dæmis úr handboltanum ekkert mjög vel til efri ára. Nei, ég meina, við heldum nú hópinn sem voru að spila í gamla daga og spilum svona bumbubolta. Já. Og svo uppur 45 ára þá hættu við allir, þeir voru allir búin að fara í aðgerð. Já, var það? Nema ég, því ég var styst í boltanum, sko. Já, já. En þetta tekur á að vera í keppnisíþróttum í 15 ár eða 20 ár eða hvað þeir eru. Einmitt. Þú ert ekki fæddur með silfurskeiði í munni? Nei. Þetta bara, ég komin að miklu alþýðu fólki. Bæði fólkinn voru ykkur 10-11 manna systkinahópi. Send bara heiman, mamma send bara heiman 15 ára, sko. Þau eru fætt sko 1921 og 25. Já. Ég yngstu systkinana. Þannig að þetta fólk áttur enga kost á menntun eða óst bara upp í kreppunni og en náðu að stofna fjölskyldu og eignast íbúð með dugnaði og harðfylgi. Hvað kusu foreldrar þínir? Móðurættin var vinstri sinnuð. Já. Þau kusu alltaf til vinstri. Já. En föðurættin held ég að verið meira til hægri. Ég held að afi minni föðurætt að verið einn af stofnendur Sjálfstæðisflokksins. Einhvers staðar heyri ég það. Já. 1929. Ólstu þá upp við litróf ólíkra pólitískra skoðana? Já, þú skynjar það, já. Skynjar það bara svolítið á fjölskyldunum, hvað voru ólík viðhorf. Og þetta er þetta bara, já, eins og ég segi, þetta bara, sko, óst upp í sárri fátækt, þetta fólkdrar mínir, bara í sárri fátækt. En ekki þú? En ekki ég, nei. En svo sem ekkert, það var ekkert aukalega mikið? Nei, það var í sjálfs ekkert aukalega, en þó upplifði ég aldrei nein vandkvæði. Nei. Þetta var náttúrulega spennandi tími til að alast. Þetta eru upphæði viðreisnar. Já, já. Og þetta var góðu tími í Íslandssögunni. Já, mjög góð tími. Við erum svolítið heppnir, ég og þú, við erum á líku aldursreki þótt ég sé einhverjum árum yngri. Við erum svolítið heppnir að alast upp á tímum þar sem að svona unga Ísland er að rísa alltaf hratt og það er bjartsýni og kraftur. Já, þetta er eiginlega svona fyrstu árin, já, sko, eftir stríð eru þetta svolítið uppgangstími, en þarna verður eiginlega mesta breytingin á þessum áratug, milli 60 og 70 held ég. Já. Og svolítið bjartsýni og svona, við komumst aðeins inn í nútíman. En þetta var samt, sko, þetta er ólíkt því sem er í dag. Það er að segja, sko, ég er yngstur af 5 alsystkinum. Já. Og mamma vann úti, alla mína tíð, ég man aldrei eftir mömmu öðru sem útvinnandi. Já. Og þú krakkarnir í götunni mynduðu bara sér samfélag, það var enginn sem leiðbinn okkur eða við byggum til eigi reglur og eigi siðferði. Já. Og svo vissi maður hvað mamma vann eða kom eitthvað upp á. Já. Og svo var með lykil og sá svolítið því sjálfur. Já. En þetta voru bara þeir tímar og allir sem ólust upp á þessum tíma þekkja þetta. Já. En víða fann maður samt að það voru, sko, brotnar fjölskyldur. Já. Það var víða heimilisfaðurinn tók túra. Já. Það höfðu ekki allir gott atlæti þó kannski væri ekki, sko, áttu fyrir að borða. Það var alls konar á þessum árum. Og það var engin umræðu vettvangur fyrir að taka á vanda. Nei. Þetta var mjög falið. Nei, ég meina, sko, foreldrar mín að missa dóttur sína 2 hálfsás. Já. Það var bara einhvern veginn bitið á jaxli, sko, segja eldri systkini mér, sko. Já. Og veist það bara harkan, svo þetta mál ekki rætt. Nei, einmitt.
Ég heyrði mömmu og pappa aldrei ræða þessa dóttur sinni sem mistu, ekki við mig. Það er nefnilega Aldrei. Og lifðum þó segir í 2,5 Já, það eru mislingum. 1953, 4. Einmitt. Þetta voru öðru sér tímar. Þeir voru það. Já. Sumt finnst manni jafnvel hafa verið betra en annað var það náttúrulega ekki. Nei, lífsgæði voru náttúrulega ekki eins góð, það var ekki sama tæknin, en það getur vel verið að fólkin hafi ekki liðin eitt verð, sko. Einmitt. Þú veist að verið minnum kvíða. Já. Sem leiðir mann sko á slóðir tækniumbreytingana núna. Já. Hvernig það virðast nú ekkert fara vel með sálartitrið. Nei, ég alveg sannfærður það sjálfur að það hefur fyrir illa með sálartitrið. Og þetta orðið svo greið svo íþingjandi og þetta orðið svo erfitt fyrir börn og ungmenni að glíma einhvern veginn við þetta. Þau eru kannski bara ekki með þroska sér að glíma við þetta. Og þá segir sjálft að gefur eitthvað eftir, það verður einhver vandkvæði. Já. Og svo ertu kannski að glíma allt eitt líf, þú ert bara að glíma við sjálfa þig eiginlega, allt eitt líf síðan, sko. Já. Lífið svolítið glíma við sjálfa sig. Jú. Hvernig, ég hugsa nú að það hafi verið, sko, bara takk fyrir að deila þessu með systur þína sem lést, fannstu fyrir skugga á heimilinu? Sorgarskugga? Já, ég fann að þetta var alltaf erfitt. Já. Þetta var aldrei rætt, en ég held að þetta fari illa í hjónabandið. Já. Það er svona mín kenning, mín tilfinning. Já. Og þetta var svona einhvern veginn, þau voru mjög fjarlæg hvort öðru. Það var ekki bara fyrir efri árum en finnst þau ná saman aftur, sko. Já, einmitt. Og reyndi það þá svolítið á þitt hugarflug og annara systkina svona að búa sér til eigin heim? Já, ég held það, sko. Þetta var svona, og skynni að þau, sko, þegar ég var hans eldri að vera úlingur og þau fóru yfirleitt aldrei saman til útlanda við frí. Þau fóru aldrei eitt saman. Aldrei. Það er nefnilega það. Þannig að maður fór að hugsa svona eftir á, þetta hefur ekki kannski ekki verið sérstaklega farsælt hjónaband, sko. Nei, einmitt. En svo þetta bara þegar hætti að vinna á fullorðin, þá allt í einu finnur maður svona annan takt, sko. Og þá það að hugsa börnin mín, sko. Og þá fenguðu hlutverk og þau bygguðu íbúð hjá okkur, sko, síðustu árin. Og þá höfðu hlutverk og þá fannst mér þau svona ná miklu betur saman heldur þegar ég var að alast upp, sko. Þetta er örugglega víða einhvern veginn svona, sko. Þetta er ekki einstakt, sko. Nei, alls ekki. En hvaða persónueinkenni voru svona ráðandi hjá þér sem barni? Ef reynir að setja fingur á það. Hvernig krakki varstu? Ég var tiltölulega þægilegur í meðförum. Mamma gat farið með mig hver sem var og heimsækja vinkonum sína. Alltaf var ég bara satt kjur og var ekki með neina stæl og engin læti. Ég er þægilegur. Svo þegar ég byrja í skóla þá er ég eiginlega svolítið leiðtogi. Já. Án þess að vera þessi leiðtogi sem stjórna mikið. Svona mín upplifun er þessi að ég hafði það með mér á þessum grunnskóla árum að vera bestu í íþróttum. Já. Það eitt gefið bara völd. Já. En ég var samt ekki svona, allt þetta verið til mínu höfði og við skulum gera það svona. Ég var ekki þannig típa. Nei. En með því að vera í þessari stöðu þá var maður oft svona með þá sem átt undir högg að sækja, þú var með það svolítið undir sínu vendavæng. Já. Og maður hafði það mikið power eða völd, skilur, að þú gæti stoppað allt eða var eitthvað svona einelti eða eitthvað vesinn. Það var hlustað á þig, menn gerður svo þú sagðir í því, sko. En ég hafði ekki mikla þörf á að vera allt til að vera eftir mínu höfði. Ég var ekki frekikallinn, þó maður ekki kannski halda það í dag. En ég var svona þessi típa sem var svolítið aðal. Já.
En ég var hins vegar ekki típan sem, sko, ég var þannig barn og unglingur og enn að mér finnst mjög vont þegar menn alltaf stjórna mér eitthvað, hvernig hlutinir eiga að vera. Já. Í mínu lífi, sko. En þeir sem voru bestu vinir Aðal, þeir áttu sem sagt von á landvinningum. Ég var mjög þver. Ég var með þrjóskuröskun alveg bara meðfætta. Og ert enn, er það Og ekki? enn, jú. Og í þessu felst að ég vildi ekki láta skjóta mér. Ég til dæmis hélt ekki upp að barnaafmæli. Nú, Nei. Þó var ég Aðal svolítið, sko. já. Hversin ekki? Það var bara þrjóska. Ég vildi ekki vera í þeirri stöðu að allir væri einhvern veginn að ég væri í raun og veru Aðal. Það eru þversagnir í þessu, sko. Já. Og að því einhver segir mér, já, nú höfum við afmæli og það verður svona og við gerum svona. Þá bara, nei. Bara leiða okkur með rammi og Já, leiða okkur með rammi og segir mér að Almanakið gera sagði svona. eitthvað. Og einhver segir mér, já, við ætlum að hafa þetta svona og gera svona. Allir bara stjórna, þá kemur þrjóskuröskurinn mjög sterkinn. Já, mótþrói. Mótþróa þrjóskuröskun, heitir þetta á fagmáli. Já, þetta er áhuga. Þetta kemur strax fram bara hjá mér sem barn. Já. Að ef einhver allir einhvern veginn ætluðust til einhvers, þá gerði ég það ekki. Já. Það var bara þannig. Ég tengir reyndar alveg við þetta, sko. Og einhvern tíma og höfum orðin eldri og jafnvel fullorðin og þetta með það var grímuball. Ég segi, ég fer ekki einn svona þemu. Nei. Þema henda mér ekki. Þá er það að segja allir ég að vera svona. Já. Það fer ég ekki. Ég hef aldrei farið á grímuball. Nei, en ef það hefði ekki verið grímuball, þá hefur dreista til að mæti grímubúningi. Þess vegna, mér dyttið það í hug. Þetta hefur ekki þroskast af mér almennilega. Sko. Nei. Og kannski þarf það ekkert að þroskast að þess, kannski er þetta bara... Þetta þegar við sér tögundar á konunni minni stundum, skal við ekki það. Já, sem að kalla Sofíu á Facebookin, hún heitir það ekkert. Nei, hún heitir Arnfríður Einarsdóttir, dóttir Einars Rakar í Eyjum. Já. Og við kynnumst bara í háskólanum, sko, saman í árgangi. Ok. Höldum okkur aðeins lengur við bernskuna og svona, já, þú var semst mikið á Hlíðarenda, þú verður ákveðin leiðtogi, þú ert góður í íþróttum og býrð yfir einhverjum persónu hæfileikum sem að fólk laðast að. Já, fólk laðast mjög að mér þegar ég var bara núlingur, já. Já. Það er skuggi á heimilinu, þú þarft svona svolítið að finna út úr þessu sjálfur. Já. Þolir ekki að láta aðra segja þær fyrir verkum. Nei. Og... En ef menn byrja mér fallið, ef menn alltaf segja mér fyrir verkum, þá eftir hvernig þú nálgast mig, sko. Já. Ef þú byrjum eitthvað, þá myndir þú bara vaða eld og brennistein fyrir þig, sko. Ok. Og hvernig gekk þér í skóla? Ég var alveg þokkalega námsmaður. Já. Hvað varst þið skemmtilegast? Mér fannst auðvitað bara skemmtilegast í svona sögu, Íslandssögu, mannkynnssögu, landafræði, biblíusögur. Já, mér líka. Já, mér átti alveg ótrúlega gaman í biblíusögum en ég var svona, ég gat alveg lært allt, sko, nema ég var ekki mjög handlæn, ég var ekki góður teiknari. Nei. Ég var ekki góður smiður, en þó gat ég alveg gert þetta. Ég hafði nú vitað því að þegar ég var í smíðakennslu að þá kendi mér Björn Lofsson, mikil sómamaður. Alltaf þegar maður spurði hann eitthvað, sko, þá tók hann svo mörg handtök fyrir mann þegar hann var að smíða. Ég kannast þetta. Ef þú spurði hann nóg, ofta var hann búin að smíða hlutin fyrir þig, þannig að ég fekk alveg fínar einkunnir. Gaman að þú skulle rifja þetta. Þetta var líka bragðið sem maður beitti í Mývatnssveitinni, hinum einu á landinu. Já. Mér fannst líka leiðilegt, bæði tekningu og handavinnu og smíða. En sko, ég er alveg þokkalega námsmaður. Ekki súpernámsmaður, en svona, svo koma úlingsárin. Þá svona finnst ég mér aðeins missa fótana. Já, byrjar að drekka á svona, ekki? Byrja að staupa og einhvern veginn nám varð einhvern veginn, bara hallærislegt, sko. Það munar bara engu, ég færi ekkert í menntaskóla. Já. Það munar engu, ég bara hætt. Já. En einhverju hluta gerði ég það ekki. Þrátt fyrir ég elst ekki upp við það að það sé hvatning á heimilum til náms. Er það ekki? Nei. Aldrei. Aldrei tala þetta og aldrei spurt hvað þú búin að læra heima. Aldrei. Þú varst alveg bara sjálfur þetta. Sást alveg sjálfur þetta. Og eldri sískinin ekkert eitað? Nei, ég ætti 2 eldri bræður.
það var þá ekki að hirta mig að þeir höfðu samskiptið við mig. Ok. En systir mín bara farin að heiman þegar ég byrja í skóla. Já. Þannig að þú stóðst tæft þarna námslega? Já, ég stóð mjög tæft. Já. Og svona ég eiginlega hálfpartinn flosna upp úr námi, en svo ákveðin að láta slagstanda að fara. Já. Og fer í menntaskólann í Hafnarhlíð. Já. Með öllum vinstri mönnunum. Já. Þeir voru mjög ábærandi þá. Þú fættur 60, þannig að við erum að tala um 76. Þá hefur þú námið MH. Já, 76. Já, það hefur nú heldur betur verið stuð. Já, mikið stuð, mikið læti og mikið að gera, sko. En ég fannst ég aldrei fitta neitt sérstaklega vel inn í menntaskólann. Nei. Þetta voru svona, kannski fannst mér sístu árin mín. Er það? Já, sem allir segja að hefur verið bestu á sín. Já. Það voru ómækki vinstirmenn, fannst þér? Nei. Þetta er allt vinir mín, flesti vinir mín er til vinstri, sko. Okay. Það tröflaði mikið neitt, sko. Nei, en þetta var svona einhvern veginn, þú varst þarna einhvern veginn, þú varst svona með hálfan huga við námið. Já. Og þú kláraði það á 4 árum, en þú var svona, veist, mjög svona einhvern veginn, þetta var óbóðslega leiðilegt og hérna, en þarna voru þetta margir góði kennar og sem verður síðan bara ágætis vinir, sko, eftir skóla og hérna, miklu vinstri menn þá og hérna, fínir menn og þetta bara, veist, þetta var bara, það var ágætin tíðaranda þessum tíma, þetta var, og kaldast í hámæli og hérna, mjög mikið tekist á, en ég var ekkert í pólitíkinn þá. Nei. Ég kom ekki nálægt í, sko. Ekkert tekið þátt í málfundafélaginu, fundarsköpum? Ég tók ekki þátt í neinu. Þetta enga einustu ræðu í MH? Fyrsta ræðan sem ég hélt á ævi minni var á loka ári í háskólanum. Já. En það sem þú hefur sagt mér hingað til, það svona styður ekkert sérstaklega þá ákvörðun að þú hafi farið í laganám í háskólanum? Nei. Sko, ég ætlaði eiginlega í sagnfræði. Já. Ég ætlaði í sagnfræði, svona mestan áhuga á því. Svo sem eitthvað tilvílanir, sko. Svo ég var nú eitthvað að vinna og veist, ég var tímdi ekki alveg að hætta að vinna þarna í byrjun september. Já. Og þegar maður sá námskrána þá sá ég að lagaldildin byrjaði ekki fyrir 1. október. Það var ástæðan ég fór í lögfræði, sko. Já, var það? Þetta nú ekki flóknari en það, sko. Nei. En ég hafði samt alltaf áhuga á svona, hafði nú einhvern áhuga í réttarsögu og réttarheimspeki og svona, hafði smá, ég hafði lært heimspeki í menntaskólanum hjá Jóni Nefli og hugmyndasögu og svona og ég var svolítið þar. Mér lögfræði alveg geta dottið inn í það. Já. Og það er eiginlega ástæðan fyrir þá ég fór í þetta. Það var byrjaði seinna, það voru það ekki svona miðsvetrarpróf. Þetta bara heilsás áfangar og tókst bara vorpróf. Þetta hentaði mér. Já. Enginn að trufla mig, enginn að setja mig fyrir. Þú er bara með námsefnið og svo tekur þú próf. Já. Þetta hentaði mér. Já. Þú hefur lært almenna lögfræði á Sigurði Líndal. Já. Svo hefur verið í stjórnskipunar og sifjarétti eða eitthvað. Já. Og síðan heimspekileg forspelsvísindi. Kendi Páll Skúlason. Páll Skúlason kendi mér. Já. Og svo kendi Garðar Gíslason mér eitthvað hlutaði ef ég maður rétt. Sigurður Líndal kendi mér almennu lögfræðina. Það má segja að fyrsta árið í lögfræðina hafi verið eina árið sem ég hef lagt eitthvað á mig í námi. Af því ég vissi ég yrði að ná því. Annars var ég bara horfinn. Já. Og tókstu, sko, sumir lýsaði í hvernig þeir tóku síðustu mánuðina fyrir prófið, bara lokuðu sig alveg, en varstu að allan veturinn? Nei, ég var einn að, ég má segja að ég hef aðeins verið að allan veturinn fyrsta árið. Já. En eftir það, þá var þetta óttarið gauf og fyllir í fram í mars, sko. Eða allan fram yfir 16. febrúar sem var hátíðardagur Orators. Já. Og hérna, en síðan lokuðum við okkur af. Já. Og þá var alveg unnið myrkrar á milli, því að þú vissir það og myndir ekki ná prófun öðruvísi, sko. Nei. Það var bara þannig. Þekkt formúla, sko. Þetta er þekkt formúla. En þú varst, sko, í þá daga var þetta bara kennslan þannig að bara prófessor kemur inn
og heldur sér fyrirlestur. Það er engin hérna spyrja eða, veist. Ef þú áttu einhvern erindi við hann, þá gerur það bara ekki tíma, sko. Þú truflar ekki fyrirlestur, sko. Og ef einhver ætlaði að gera það sem kannski kom einhvern tíma fyrir, þá var hann ekki mjög vinsæll, sko. Nei. Þannig að þú ert eiginlega bara sjálfur að sjá um þetta. Annarkvort hefur þetta í þér eða hefur þetta ekki í þér. Já. Það er engin sem leiðir í gegnum þetta nám, eða gerði það ekki þá dag, sko. Núna eru þessir sömu prófessorar sem höfðu alræðisvald í kennslustofunni. Núna dettur mann í huga þeir séu orðnir hálfgerðir þjónustu fulltrúar nemendana, sko. Já. Þeir eru ég held þeir séu meira og minna bundnir af samskiptum allan sólarhringinn og völd þeirra og staða sem þú ert að tala um. Þetta hefur allt þyngst rosalega mikið út. Já, bara kröfur, sko. Ég kendi nú sjálfur í háskólanum, sko, frá 2007 til 2019. Ég kenni lengi við stundakennslu eftir að ég byrjaði á þingi. Hvað kendir þú þá? Ég kendi sakamálréttarfræði og líka refsirétt á tímabili. Ok. Þannig en þetta voru, þetta var bara stundakennsla. Ég kendi kannski einhverja 8 tíma á haustun og einhverja 12 á vorun eða eitthvað. Fyrir skítalaun. Ég man ekki, ég tók ekki eftir hvort ég hefði fengið laun, sko. Nei. En ég hefði samt gaman að þessu að halda sjálfum mér á tánum í fræðunum. Það var eina ástæðan fyrir ég var nú ekki hugsa launin í þessu. Nei. Ég var bara að hugsa sjálfa mig. En ég fann auðvitað að þetta var svolítið breytt. Og en ég sagði við, sko, ég er ekki að fara yfir, sko, það sem stendur í bókinni, þið lesið það sjálf, sko. Ég er að fá að hugsa með hvað skiptir máli, af hverju er þetta svona, hver er tilgangurinn með þessu. Og ég leyfði þeim ekkert að þegja, ég bara óð í þau og vildi taka debatt við þau, ögraðum líka auðvitað aðeins, sko. Og svo ákvæði ég nú að hætta 2019. Þá er ég náttúrulega orðið mjög umdeildur stjórnmálamaður. Já. Og mér fannst þetta að vera kannski aðeins og truflandi hugsaðlega fyrir nemendur. Það gæti orðið það. Það væri einhver svona, fyndist það ekki við hæfi að svona stjórnmálamaður væri að kenna því lögfræði, sko. Einmitt. Já. Þannig að ég ákvað bara að hætta því áður að það yrði vesen, sko. Já. Ég skil það. En sem sagt, þér tókst að lesa þér til gagns á þessu fyrsta ári. Þú komist yfir hjallan sem einkum almenna lögfræðin var. Það var nú kringum 90% fall, var það ekki í henni? Já, þetta var svona einhverja bilinu 75 til 90, sko, eftir árgöngum. Þetta gæti verið svona snúið. Þannig að þetta hefur verið svona fyrsta eldskírnin þín að komast yfir þennan. Já, þetta fyrsta skipti sem ég laði eitthvað á mig. Fyrsta skipti sem þú laði eitthvað? Hittaði bara svona... Hitt var bara svona að því þú gast lært. Ég var tiltölulega fljótur að læra að lesa. Ég las bækur áður ég fór að sofa sem barn. Já. Ekki af því að það var haldið af mér. Þetta er bara, mér var ósvara gott að lesa áður ég fór að sofa. Já. Ég minnist ekki að fólkið minn hafi lesið fyrir mig. Nei. En það kann að vera að ég bara muni það ekki. Já. En það kann að hafa gerst, en ég las mikið sjálfur sem barn, þannig að þú svona nærðu alveg sæmilegum takti í lestri í raun og veru. Og ég held að, sko, ef þú ert ekki sæmileg lestri, þá getur ekki farið í fag og svo lögfræði. Nei. Það er ekki hægt. Nei. Og það er einbyttingu úttalt. Þú þarft ekki að tekið svona skorpu, þú þarft ekki að lagt mikið á þig í ákveðin tíma. Og hlýtur að vera rosalega bónus að hafa samfélags áhuga, að hafa áhuga á þjóðfélaginu sem maður býr í. Já, ég hef áhuga á samfélaginu, ég hef áhuga á fólki. Sko, menn alltaf uppteknar einhverju öðru dýrum eða einhverju, sko. Já, mjög dýr ágætt, sko. Já. Ég hef fyrst og næst áhuga á fólki. Já. Og fólk er bara fjölbreytilegt. Já. Það er svo, mannskepnan er alveg ótrúlega fyrirbæri. Já. Og það er ekkert einfalt fyrir hana að búa í samfélagi. Nei. Það er bara ferlega snúið. Og við erum búin að vera að reyna núna að vera í einhverju svona lýðræðislegu samfélagi og 100 árið eitthvað hvað það er, sko. Lýðræði tildur nýtt fyrirbæri. Og þetta er alveg svakalega erfitt, sko.
og hagsmunir eru mismunandi og en einhvern veginn höfum við nú náð að klóra okkur í gegnum þetta þessi ár svona, þessi vestræni heimur svona meira og minna og maður vill ekki glata því. En fólk þarf þá að skynja og skilja lýðræðið sko. Þurftum að sætta sig við það að þeirra sjónarmið verða undir. Já. Það er mörgum mjög erfitt. Þér er það nú líka erfitt, er það ekki? Jú, en ég er náttúrulega ferkantaður sko lögfræðingur að hluta líka. Það er að segja sko, ég segi við þurfum öll að fara að lögum sko. Líka sem okkur finnst óréttlátt. Já. Breytum þeim þá, vinnum í því sko. Þannig ferkantaður ég bara fer að lögum sko. Þú finnst alveg hræðilega vitlaus og vil breyta þeim, þá bara tekið þann slag sko. En þú finnur það í samfélaginu og víða með þess að inn í lögfræðinni sem svona, menn segja bara já, dómara mega bara ef það er eitthvað svona ósangjant eða eitthvað skilur ekki nógu réttlátt, þá bara geta dómara tekið völdin sko. Það er ekki boðið hjá mér sko. Það var ekki boðið hjá mér þegar ég var dómari sko. Ég er alveg óbúslega ferkantaður og ég myndi aldrei láta einhver pólitísk sjónarmið. Ég bara fer eftir aðferðafræði lögfræðinnar og punktur basta sko. Ég fer ekki hvernig mér líkar við sakflytjendur eða aðila eða neysfólið sko. Ég er óbúslega ferkantaður maður í raun. En er ekki hætt á því í þessum nálægðar vanda, fámennisvanda hjá einsleitri þjóða sko ómeðvitað þá tikki eitthvað inn á sem maður átti sig á því? Þessum þarf alltaf að vera meðvitaður um það. Þú sko, sum mál geta auðvitað verið þannig ef löggjafinn gefur svolítið svigrúm að þú túlkir það svolítið eftir þinn eigin hugmyndafræði. En þú getur ekki gert alveg hvað sem þið sýnist í því sko, því það liggja alltaf einhver lögskýringar bak við þetta og það eru bara ákveðna lögskýringarlegir tækar, þannig að þú er að fara bara eftir aðferðafræði lögfræðinar við að komast að niðurstöðu. Já. Og stundum eru við óbúslega strand í því, óslega erfitt, en þú reynir þitt besta hvað eftir þessum lögskýringargögnum og þessum lögskýringarlegum og þetta er bara vandaverk, það er feiknarlegt vandaverk að vera dómari sko. Það rennu upp fyrir mér sko að ein ástæði þess að fólki finnst þú áhugaverður er kannski þessi að þú lýsir sjálfu þér sem ferkantuðum en svo ertu líka rosalega góður í að flytja áróður og reka áróður og sem sagt nýta þau áróðurstæki sem duga til þess að afla fylgis gagnvart ákveðnum málstað. Já, þetta snýst nú baráttan. En þú verður að vera sannfæru sjálfur sko, þú nærið ekkert sko, þú nærið ekkert leiðin inn til fólks eða þú ert ekki sannfæru sjálfur, eða þú ert bara að búa til eitthvað sko, þú ert ekki orginal í því sko. Nei. En þú hikar ekki við að vera ósvífin þegar þú eru eitthvað áróður? Já, ég get verið svona þokkalega ósvífin sko, eða ósvífin, ég get verið svona blatant, ég bara segi við fólk sko, en ég svona, já, ég get stuða fólk aðeins. Og ég kalla ég bara einu augraði, ég bestundu bara þess að fá umræðina, sko. Og mér er gaman að því, en ef þú ferð svona yfir það sem ég hef skrifað og gert, sko, og ég læti eitthvað finna fyrir mér, þá hefur sá aðili verið mjög eitthvað staðar aggressífur sjálfur. Ég tek ekki bara Jó og Gunnu sko, sem bara hafa einhverja skoðun og ég hraun ekki alveg beint yfir þau sko. Þau þurfa hafa sagt eitthvað sem gefur mér tilefni til þess þá að hraun yfir þau. Og varstu ungur þegar þú áttaðir á því að húmorinn væri beittasta svipan? Nei, ég var hvorki skemmtikraftur en ég er sérstaklega húmoristi á yngri árum sko. En þú þykir fyndin í dag? Já, ég nota svolítið hæðni sem að því minnst góð aðferð að koma skilabóðunum og sína fram á ruglið einhver staðar eða koma mínu sjónarmiðum. Stundum kannski gengi einhver tíma aðeins yfir línuna í því sko. Það segir sér nú sjálft. Það getur ekki annað gerst sko. En
í raun og veru sko, og veist, vil ég fólki ótrúlega vel sko. Ég vann þannig sem lögmaður í aldarfjórðung. Ég var auðvitað mikið með fólk sem bara átti engan séns í lífinu sko. Ég var að reyna að drösla því endurgjaldslaust í gegnum meðferðir, í gegnum hitt og þetta og aðstofa og borga fyrir það jafnvel. Þannig að ég ekki þessi harði nagli sem menn halda sko, sem bara sama alla aðra en sjálfa mig sko. Þú ert ekki þessi harði nagli sem allir halda á sér? Nei, ég er dúnmjúkur maður. Ég eins og ég var bara strax sem barn. Ég var aumingjagóður því ég var barn, úlingur. Alltaf taka einhvern veginn málstað þeirra sem voru einhvern veginn áttu erfiðara í lífinu sem barn úlingar. Og ég var skammaður fyrir það að vera svona aumingjagóður sko. Af hverju varstu, eins og þú kallar það, aumingjagóður? Hvað var það í eðliðinu sem að bauð þér það? Ég veit ekki, getur verið bara einhver viðkvæmni eða eitthvað sko. Og ert bara svona. Og ég átti svo erfitt með það menn áttu bát sko. Og fyrsti leigjandi sem leigði með mér, hann bannaði mér að fara til dyra því ég keypti alltaf heyrnarlausum blindum og allt sko. Já. Og við áttum engan pening þegar við vorum í námið sko. Ég held að margir sko séu núna svolítið hissa að hlusta á því lýsa sjálfur þeirra svona, því að ég held að mörg okkar telji einmitt að þú talir úr heimi forréttindana. Ég elst ekki upp við það sko. Nei, ég meina síðan ertu bara lögfræðingur, svo ertu lögmaður. Þú stendur sæmilega í samfélaginu og ég kvæntur öðru lögfræðingi, það engin tekjuskortur á heimilinu. En ég meina við erum bæði komin alþjóðafólki sko. Það engin forréttindi, við fengum enga meðgjöf. Ég fekk ekkert frá pappa og mömmu til að kaupa hús eða þetta var allt bara, við gerum þetta allt saman sjálf, stofnum þess að fjölskyldu sjálf. En ég man bara hvað ég viðkvæmur sem barn sko. Ég átti óslega erfitt með að sjá einhvern líða illa. Og ég sé það ennþá í dag, ég sé einhvern líða illa, þá bara líður mér alveg svakar illa sko. Ég ekki meiri töffar en það sko. Nei. En ertu ekki margir menn samt? Jú, erum við það kannski ekki einhvern veginn öll sko. Sum allavega. Já, ég einhver í baráttu, ég fæter sko í þeim skilningi. Ég var mikill baráttumaður því ég var lögmaður. Og ég taldi að hafa góða málstað, ég barðist mjög ekki fyrir því ég taldi það rétt að niðurstöðu. Ég barðist líka fyrir mönnum sem ég vissi að voru sekir sko, sem áttu rétt á því. Varst þetta ekkert erfitt? Nei, ég byrjaði alltaf því ég talaði við þá sko. Ekki ljúga mér, ég héttir að hjálpa þér. Ef þú ert sekur, ef þú gert þetta, heldur það ekki bara bestu að taka ábyrgð á því. Ég skal síðan reyna að hafa refsingur eins væg og hægtir. Þetta var fyrsta samtali. Okay. En svo sagði ég við þá, sko, ég tel málflutning ákærlaust veikan. Þú getur hugsað verið sýknaður að þú vilt taka baráttuna. En þá mun ég líka alveg berjast fyrir því, sko. Þú áttu rétt á því. Ertu trúaður? Nei, ég get eiginlega ekki sagt það. Þannig að ég get ekki hangaði á því að þetta sem varst að segja núna getist þangast á við kristilegt siðgæði. Jó, nei, ég elst ekki upp við það. Nei. Mér var ekki kendar bænirnar. Nei. Guð var ekki neitt til umræða mínu heimilið að Jesú. Ég hef samt alltaf verið svolítið hliðhollur sko kristni og kirkjunni. Man skildi ætla að þú væri sko, þér við stegið að vera íhaldssinnaður, er það ekki? Já. Og það fylgir oft með því sem koktel í þessari breytu, svona trúar. Já, ég er það ekki, en ég tel kirkjun og kristni hefur svo mikilvæga samfélaginu. Þess að við getum búið bara í samfélagi. Það er alltaf spurningi sko fyrir þess að erfiðu mannskepnu að búa saman í samfélagi. Og ég held að kirkjan sé ótrúlega mikilvægt fyrirbæri til þess. Miklu mikilvægt heldur RÚV til dæmis. Já. Þannig að ég var ofsalega sorgmættur yfir því að þegar kristni og kirkjunni alveg ítt út úr skólakerfinu vegna þess að þetta er bara hluti að okkar tungu, menningarafli og öllu. Já, en þar voru bæði samfélagsströymar og mannana verk. Ég var einmitt með hann dómkirkjuprestinn
hann hérna Svein Valgeirsson algjör toppmaður Sveinn Valgeirsson. Já, hann frábær. Hann var hérna einmitt í vikunni og hann axlar alveg, eða tekur alveg þátt í þeim sögu skilningi að biskupsmál hneyksli inn á þjóðkirkjunnar hafi átt þátt í því að margir Íslendingar fjarlægðust þjóðkirkjuna og þegar það gerist að sko kirkjunar þjónar sem eiga að vera og þeir sem eiga að þjóna almenningi þegar þeir bregðast trausti og mál fari í fokk sem að bara noti mannamál þá hérna hefur það líka áhuga á áhrif á trúar vilja eða hvað maður á að segja einhvern. Það hefur þetta áhrif á kirkjuna sem slíka sko. En á það hafa áhrif á kristnina að kristnin sé, ég meina ég fekk í skóla að gefins Nýja testamentið sem ég finnst eitthvað bara magnaðasta rit sem til og ég finnst þetta svo ótrúlegur boðskapur og góður og ég er alveg sem að verður til vegna þess að auðvitað hefur Jesú Kristur hugsað hvernig getum við búið hér í samfélagi sko. Ég er alveg sem það með verið að hugsa það og þá þurfum við kærleikurinn og fyrirgefningin er bara lykilatriði, hann bara fattar það við getum ekki búið í samfélagi ef kærleikurinn og fyrirgefningin er ekki lykilorðin. Ert þú langrækinn sjálfur? Nei. Þú fyrirgefur? Alveg ótrúlega mikið, já. Hefur þurft að taka marga sáttafundi eftir gífuryrði eða atvik? Nei, ég hef ekki þurft þess. Nei. Ég veit alveg hvernig mannskepnan er. Við reiðumst, við segjum eitthvað sem er meiðandi og þá bara byrstu fyrirgefningar. Fyrirgefningin, fólk auðvitað gert á minn hlut en ég ætla ekki að láta þau gjalda fyrir það í sjálfu sér sko. Ég ætla ekki að fara, ég myndi ekki reyna að gera líf þeirra erfiðara eða hefna mín, ég er ekki hefnikett maður. En erum við ekki svolítið bara í okkar liðum, í okkar hópum og verðum við ekki svolítið svona... Já, ég er ekki alveg þannig. Þú ert ekki þannig? Nei, ég er bara, auðvitað kann ég að vera í liði og það er mikilvægt með stjórnmálum að vera í liði þó að þín sjónarmið verði undir. Þau eru bara undir. En ef þú ætlar að vera í lýðræðislegum flokki og lýðræðislegum þingflokki þá bara verður að sætta við það. Ég fer ekkert sko. Nei. En ég tek deiluna bara innan flokksins. Ég hefni mín ekki að fólki. Mér líður bara betur ef ég get gert eitthvað fyrir fólk. Þá líður mér betur. Þú getur kallað það sjálfsæsku eða sjálfmiðaður eða hvað það er. Sumir hafa sagt við mig að þeim finnist sko hálf ruglandi og óþægilegt hvað þú sért að mörguleyti skemmtileg og góð manneskja en með vondar skoðanir. Já. Það finnst auðvitað pólitískum andstæðingum en ég finnst skoðanir mér ekkert vondar sko. Ég stíð bara stundum vera raunsær og sannleikur oft óþægilegur og menn geta ræðist því. En það er samt bara þín hugmynd sannleika, er það ekki? Jú, auðvitað er mín hugmynd en ég finnst það samt blasa við og þegar fólk finnur það að það er kannski sannleikur í sem þið segir en það hentar þeim ekki þá er meiri líkur þau reiðist skakvartir en nei, ég menna auðvitað er þetta eigin sannleikur og svolítið mikið en sumt er samt þannig að þegar þú segir það við fólk að það áttar þig og það er sattur eftir að segja það er bara svo erfitt að setja sig við það og við kannski lendi ég auðvitað lendi við höfum þessa tilneyingu Björn að mynda okkur oft skoðun með fljótt á þess að hafa ígrundað málið. Maður hefur ekki tíma til að ígrunda allt. Nei, en þá er líka sætt að við og viðurkenna það að þetta var rangt hjá þér og ég upplifði það bara oft sko í lífinu. Já, ég var annar varaþingmaður hérna fyrir flokk fólksins bara fyrir skömmun tíma og hefði örugglega fengið gull og græna skóa innan þess flokks en ég einhvern veginn áttaði með að ástríða mín var lág á öðru sviði og stundum gerir maður alls konar hluti líka sem að eftir og hyggja voru ekki sniður. Já, maður þroskast og þróast og breytist líka. Já. Það er hluta lífinu. Já, en sko mér langar að staldra aðeins við ég held að sé meira innistæði að grafast aðeins nánar fyrir þetta sem þú nefndir áðan með dýrin og mennina. Fyrir ekki vætna menn en dýr.
Já, líka þá sem ósammála mér. Já, við lifum tíma þar sem að sko einmitt maður fær stundu svolítið á tilfinninguna að fólki sé farið að þykja meira vænt dýr. Já, þess vegna orðaði þetta, sko. Já, mig grunaði það. Sko, getur þú aðeins sagt meira þetta? Já, sko, að því ég er svona mjúkur maður og ég fann það að pappa líka, hann mátti ekki sjá neitt dýr, þá var að koma inn til hann, sko. Og hann byrjaði að gefa það að borða, svo að vera í mús, sko. Og þetta er svolítið í mér, að ég, þegar ég var yngri, ég tók bara kött inn með mér, sko. Sem ég sá einhvern að ráfa einhvern kött, sko, og fór að gefa hann að borða. Ég var þannig maður að ég vildi fara að gefa kettinum eða kettlingunum eitthvað að borða, eitthvað. Svo þetta bara, þroskastu, og svo stofnar fjölskyldu og eignast börn. Lífið þitt breytist óslega mikið að stofna fjölskyldu. Það er alveg risastór ákvörðun að stofna fjölskyldu og eignast börn. Og þá ertu bara ekkert einn í heiminu lengur. Þú þarft að taka tillit, þú þarft að aðlaga þig. Og ég held ég hafi alveg fínan eiginleika þessu. En þegar, sko, það kom að því að synir okkar fóru að spyrja hvort maður ekki fá hund. Og ég vissi alveg hvað myndi gerast að ég er alltaf með hundinn, sko. og ég sagði, við stóðum alveg í lappirnar með þetta. Já. En leiðum að fá kött. Það sá svo sem sig sjálfur. En svona, ég hef bara alltaf sagt, sko, að þegar menn spyrja mig núna allir ekki að hafa hund, sko, 2 einættir í kottinu. Nei, segi ég myndi frekar taka barn í fóstur. Eða ætlaða börn og alveg börn. Mér fannst það gaman. Já. Ég lagði mikið á mig í því. Stundu þarf maður að vera leiðilegur. Góðu pabbi? Ég held það. Ég var auðvitað, það var svona, ég hafði fáar en einfaldar reglur. En ég nefndi að framfylgja. Já. Margir fólk að nennaði ekki. Það er komin leiðindin, mikilvægi leiðindana. Þess að ég oft sagt og segi oft í píslu, mikilvægi leiðinda, menn ekki vannmeta leiðindi, sko. Stundum þarf að vera leiðilegur. Já, það er annað. Kannski ekki alltaf sagði maður. Það er annað, sko. Nú erum við lifum tíma, þar sem að er ekki hægt lengur að láta sig leiðast. Af því að afþreyingin er allstaðar, sko. Segjum að ég sé bara bíða eftir einhverjum og þá fer ég bara hingað og það er svo mörg upp og drasl í þessu að mér getur ekki leiðist. Og saman náttúrulega við börnin. Það er annað sem að fólk hugsar, held ég, ekki alveg nægilega út í. Ef við, sko, hvað með tilhlökkunina? Já, hún hverfur líka. Hverfur hún ekki líka? Mikið að segja ekki barna. Hverfur hún ekki líka, sko? Ég, veist, þetta var þetta, ég man snemmaði annarkvor sonur minn sagði mér leiðist. Ég sagði bara gott, fínt. Það er bara stundur leiðist maður. Og þá líka getur hlakka til. Við leiðist, kemur eitthvað bráðum sem getur hlakka til. Og ég held að það sé ótrúlega mikilvægt fyrir börn að og líka fyrir börn að finna til ábyrgðar. Ef þeir haga sér með röngum hætti að það hafi engar afleiðingar. Já. Þannig, sko, ég stjórnaði þessu svolítið, sko, ég stjórnaði hverfun í þessu, sko, með útvörstíma og ég lagði það á mig, sko. Okay. Sendi börnin heim, sko. Og fólkið var bara þakkláttur einhver skildi nennan þessu, sko. Þannig að þú sem ólst upp sjálfala, í siðferði og ekkert aðhald, þú settir ramma þegar þú varst pabbi. Aldrei aðhald. Útvista tíma og allt það. Já. Mjög harður á því. Og við hjónin alveg sammála það. Að þau þurfa bara öryggi, vita hvað mörkin liggja, að þá er miklu meiri líkur því plummi sig þegar eldri. Já. Ekkert garantí, en það er miklu meiri líkur. Þú þarft að nenna þessu. Já. En það, sko, ef þú ætlar bara að eyða tímunum að fara í ræktina og gera eitthvað annað að vera eitthvað staðar á netinu, þá máttu ekki vera að þessu, sko. Nei. En varðandi dýrin og mennina, ég er nú læriður í fjölmiðlafræðum og ég manu ekki alveg hvaða árið það var en ætlaði ekki verið svona upp úr 2000 sem að kannanir í Bandaríkjunum sýndu það að viðbrögð áhorfenda sjónvarpsfrétta þegar þau voru mæld og skoðuð
voru sko, já, það eru einhverju 2-3 áratugir síðan það var svo breyting í heiminum að segja má að frétta umfjöllun dýr sem einhver var vondur við vakti meiri tilfinningaviðbrögð og reiði og heft hjá fólki heldur en kannski barn í fjarlægu landi sem var verið að murka lífið úr sko. Vist það ótrúlegt. Þetta er einhvers konar Ég er bara mjög við að fjarlægast okkur sjálf sko. Þarna er eitthvert að mati margra fyrringar element sem gæti leitt til heimsendis. Já, ég veit að heimsendir verður einhvern tímann en allt í lagi en nei, ég meina það er ekkert erfiðara fyrir mig í dag en að horfa á barn sem lífur illa. Það er ótrúlega erfið tilfinning og ég skil ekki hvernig einhver getur orðið vondur við barn. Bara beinlínis vondur. Sumt fólk er veikt. Auðvitað er sumt fólk veikt. Og hérna... Svo endurtekur hegðun sig náttúrulega. Já, það sem segi sko, það eru svo margir gallar í okkur, mannskepnunni. Við erum alls konar. En það er alltaf þetta að reyna að halda svo jafnvægi þannig að við getum samt verið í samfélagi. Þess vegna höfum við þetta refsingar. Við reynum að betra og hérna. En meir og minn öll þessi vesin er að það er eitthvað í geðinu, geðræns eðlis og ef barn fær ekki gott atlæti uppeldi, þá er meiri líkur því að það verður geðræn vandamál þegar þú fram í sækir. Það tengist allt, það skiptir þessi fyrstu ár og uppeldi í mínum huga, nú er ég ekki sérfræðingur í þessu, í mínum huga, opaslega miklu máli framtíð þessa einstaklings. Já, en þannig að snúið í refsirétti og svona vera bara með eina löggjöf, fólk er með til sakhæfti eða ekki, en að því gefnu og sért sakhæfur, þá er þetta náttúrulega svolítið snúið, er það ekki að það séu bara viðmið og fasti með refsingar sem getur ekki tekið mið af því hver forgjöf okkar er ólík í upphafi, allt frá meðgöngu, fæðingu og félagslegum aðstæðum og hvernig við erum. Sko, ekki satt? Jó, það eru sko auðvitað í lögunum, auðvitað ýmis ákvæði sem horfa til refsilækkun og refsihækkunar sko. Þannig að það er ekki sjálfgefið þessi sama refsingin fyrir sama brotinu sko. Og hérna og ég hef alltaf svona gagnrýnt dómstólana að gera það mikið sem lögmaður að þegar það var sakfellt fyrir 211. grein sem er manndráp að þá sé bara í raun alltaf sama refsingin, alltaf sömu 16 árin. Brotavilji var mjög kannski ólíkur í þessum málum, mjög einbeittur. Stundum var þetta bara eitthvað svona líkinda ásetningur eða bara mjög vægur ásetningur og kannski stundum bara tilvílun að við komandi dó í þessum átökum eða það sem gerðist. Alltaf komum bara 16 ári. Sko. Svo þegar maður lest dóma frá Evrópu, þá er bara ótrúlega langur og mikil umfjöllun og rökstuðningur fyrir akkur þessi refsing varð en ekki einhver önnur. Og sér þetta eiginlega ekkert í íslenskum dóm. Þetta er áhugavert. Og hérna, ég sé bara alltaf sömu 16 ára og alltaf bara sama og aðstæða séu mjög mismunandi. Hvernig brotin komu til. Og hérna, mér finnst þetta svona eiginlega ekki alveg nógu vel ígrundað oft, sko. Nei, það er mitt. En ég var kannski ekki að gagnrýna dómstólið þessu, en mér samt að mætti gera betur í þessu, hvernig menn komast að þessu. Já. Og svo eru þetta alltaf þetta vandamál, sko, hvernig verður síðan refsingin, sko, veist, í hvað fangilsi lendur, hvað gerist, það er svona ákveðna reglur kringu það. Já. Og meina, hvað eru mesta líkur að maður svona komist til? Já. Sko, við mögum ekki láta hefndin að vera allsráðandi í refsingum, sko. Við þurfum að hugsa líka, veist, hver á séns, hvað getum við gert, hver getur orðið nýtur samfélagsreglum, hver er ekki. Sko. Já.
líkur á betrun eru eflaust mjög mismunandi Mjög eftir því mismunandi. hvar þú hafnar og í hvaða félagskap og bara hvernig starfsfólkið er í kringu þig og svo En framvegis. þú segir hvernig samfélagi bregst átt við, svo kemur einhver maður sem er dæmdur fyrir alveg brot kannski og svo fara að vinna einhver staðar. Jafnvel þegar hann er ennþá í afplánun. Þá rísa menn bara upp á afturfætuna, sko. Oft. Sumir. Já. Og finnst það alveg ótækt og það var bara, hvað er fyrirtæki að hugsa? Og þú sér þetta líka þegar var öll umræðan uppreist æru sem er bara svolítið vont orð, sko. Að það, menn áttu ekkert að fá að koma aftur. Að þeim menn fyrirlitu brotið svo mikið. En þetta eru bara erfiðar mannlegar tilfinningar að eiga við. Ég skil þær, sko. Já, þetta er efni í heilan þátt. Þetta er efni í heilan þátt, Bara sko. þetta. Já. En ég er maður mildra refsinga. Ég er maður svona, ég vil gefa mönnum tækifæri. Ég vil þó er hafa gert eitthvað alvarlegt. Ég vil reyna að koma þeim á lappirnar þannig að þeir eigi líf og geta fungerað í samfélagi. Þetta er hugafar, þetta er hugmyndafræði. Ég er ekki mjög refsiglaður maður. Og þú vilt gera mönnunum hærra undir höfði í stað þess að einblína á dýravelferð. Ég er þar, já. Ég er algjörlega þar, sko. Og mér finnst það, svo velferð skipta mestu máli, sko. Já. Af því að við erum hugsandi verur og þessar tilfinningar og eigum fjölskyldu, eigum börn og pappa og mömmu og afa og mömmu og... Varstu ástangin að konunni í háskólanum? Eða? Já, við lendum saman í árgangi á fyrsta ári. Þarna tók við lengsta daður tímabil Íslandssögunnar, held ég. Nú? Því við byrjum ekki saman fyrir á síðasta ári. Já. Þannig að við náum að 4 ára tilhugalíf. Já, má ég að segja það. Já. Þetta var langur aðdragandi. Við fundum alveg tilfinningarnar, við gengum aldrei alla leið, því mér fannst hún alltaf góð kona fyrir mig, sem ég held að sé. Já. Og svona ég einhvern veginn steig aldrei almennilega skrefið. Nei. Af því að bara fáið til 20, sko. Það hefði verið miklu betra að stofna fjölskyldu bara strax og eignast börnin þá. Í skóla, það er langt best að eignast börnin í skóla, held ég. Og þannig að þetta var daður, bara allavega Íslandsmeti ef ekki Evrópumeti í dagri þannig. Af hvern, það er Fríður. Af hvernig fólki er Arnfríður komin? Hún er komin að miklu alþjóðu fólki líka. Pappennar var nú ammennar, föður ammennar, hún eignast hann svona einhvern veginn til hliðar í lausaleik, sko. Það var allt eitthvað mikið bara svo hann er settur einhvers staðar í vist og eitthvað svona vesen og það var mikið fátækt hjá móðurættinni. Þetta var verkafólk sem beið á höfnin eftir að fá vinnu og þetta var erfitt, sko. En einhvern veginn náði hann þó að læra rakariðinn, pabbinnar, og var rakari í Vestmannaeyjum, þar sem hún fæðist og elst upp og bara gís upp á land, eins og ég segi. En hún var greinilega mjög góður námsmaður, fór þau í Kvennaskólann í Reykjavík, í gagfræðadeildina, fór í MR í fornmáladeild og Hún kemur með aðeins annan bakgrunn en þú. Já, hún gerir það, sko. Þau eru bara 2 systkinin. En hún var alltaf mjög, hún er í kristilegu félögum. Já. KSS og KFS, hvað það hét, og hún var svona, var í svona kristilega hópi, svona menn héldu á myndinu og endi í guðfræði. Já. Og mikið í KFM og K. Já. Og menn vöru hana eindreiði við það að leggja lasið til þennan mann. Já. Vinnurinn í guðfræðildinni, þetta var nú ekki maður sem bæði reykti og drakk. Og guðlaus, eða ekki? Já, og þokkarlega guðlaus og þetta var nú ekki, en hún var þrjósk. Já. Hún var búin ákveða að þetta skildi vera maðurinn hennar. Já, hún er séð eitthvað í þér. Hún er séð eitthvað í mér. Já.
og það bara einhvern veginn, við náum alveg óslega góðum tengslum sko áður við byrjum saman. Þeir eru orðinir trúnaða vinir. Trúnaða vinir, við dönsum mikið saman og hérna, en við gengum aldrei alla leið bara fyrir að skrifa embættisríkina. Þetta fallegt. Lærðu þið saman? Nei, gerum það nú ekki. En sáttu hlið við hlið í kennslustundum? Nei, ekki einu sinni það. Nei, fríminúturnar. Hún mætti betur í skólan en ég, hún lærði meira en ég. Hún var samviskusum, ótrúlega samviskusum kona, nákvæm. Þess vegna enn skrýtnar hún skildi velið þannan mann. Já, kannski hefur hún verið heitluð á andstæðunum sem byrtust. Hugsanlega, en einhvern veginn var þetta hann í huga að þetta skildi vera maðurinn hennar. Og úr varð, og þetta hefur verið alveg átakalust hjónaband og raunverulega mjög skemmtilegt hjónaband. Það að segja að við gerum ekki grín hvort á öðru. Bæði í ræðum, hún getur leikið mig sko, hún leikkona sko líka, hún getur performera sko og hérna, hún þekkir mig auðvitað alveg út og inn. Ertu aðeins til í að fara með mér á trúnaðarskeiðin núna? Færsluna þeinar á Facebook. Þú skrifar stundum að nú hafi henni Sofíu, eins og kallar hana Sofíu sko, hún hafi beðið að fara í frí frá Facebook og eitthvað svona. Hvað grín og gaman og hvað satt þarna? Þetta allt saman grín sko. Henni finnst ég alveg stundum fellaða vitlaus. Og segir það? Og segir að hættu nú að skrifa þessa vitlaus, þú getur ekki verið eins og maður. En það ekkit svona, það engin hark í því. Nei. Svo bara venst hún þessu, þetta var svona aðalega uppæð, svo bara venst hún þessu og ég meina það gengur að okkur fólk hefur verið saman í bænu og spyr, ert þú Sofía? Og hérna, hún bara orðið vön þessu sko og ég meina. En þegar maður skrifar svona mikið eins og þú hefur gert og maður hnittinn og fyndinn en maður líka beittur og maður að skrifa aðstæður sko, þá maður gleymir sér stundum og maður tekur eitthvað með sem maður hefði betur sleppt í að segja. Það kemur alltaf öðru hvoru fyrir en þá lætur hún mig líka alltaf vita. Hún sagði að það væri hún ekki vitlaust hjá mér að hún skildi að ég leyfði hennar rit stýra þessu. En hún ekki alveg fengið það sko, en ég reyni auðvitað að passa með stundum auðvitað áttaði mig á eftir á kannski að þessu orðið að þessari setningu hefði mátt sleppa. Ég sé mitt alltaf bara okkur 5 mínútum ég ekki svona laga alltaf ásláttarvillur, ég bara sendi þetta. Ég má ekki vera að þessu, en mér dettur eitthvað í hug. Þetta skrifa sér sjálft hjá þér? Það skrifa sér svolítið sjálft, já. Þannig oft svona það sem maður næri gegn, sko. Já, og mér dettur bara eitthvað í hug. Og mér finnst eitthvað fyndið moment sem verður hérna núna, þá verður ég að skrifa það núna, annars ég búin að gleyma því. Já, og með því að birta það, þá ekki takt að horfa öxl, það bara svona ákveðin skilvirkni. Bara henda því út. Ég ekki sagt, og sko, ég meina, stundum á satt kjörtleikja og ég veit, ég hef auðvitað gert einhver mistök í þessu, en mér finnst það ekki alveg stórkostleg mistökin, ekki alveg hræðileg. Inn í stílinum felssoldið að dansa í eldinum, sko. Algjörlega. Að vera í línudans. Já, til línudans. Þannig að það eru dæmi raunverulega það að Arnfríður yfir þverskornu ísunni við kvöldvaraborðið, hún hirti þig. Já, eða svona, hún segir, gastu hún ekki sleppt þessu. Já. En hún, það ber minna á því í seinni tíð. Það? Já. En hún segir auðvitað, sko, þú ert ekkert venjulegu maður, þið skortir nú ýmislegt til dæmis fínessur í samskiptum. Já. Og þú kannt ekki að klæða, þú kannt ekki að hirða þetta. Hún lætur mig alveg heyra þetta, sko. Getur hún ekki verið einhvern tíma sæmur út til fara? Akkur rakar þau ekki? Hún ekkert að reyna að stjórna þessu, þú ferð ekkert út nema að búin að raka, hún ekkert þannig. En maður finnur það alveg. Getur ekki verið eins og fólk flest? Getur ekki bara, klippt þessi nefhár og örnahár og og getur ekki verið bara, þú býr í einhverju samfélag því bara einhverju skorti alltaf fínessur og en hún veit alveg hvernig ég sko. Og ég meina þegar hún kynnist mér þá var ég enn meiri sauðöldur en í dag, sko. Já. Hún hlýtur að hafa tekið einhvern þátt í uppbyldinu á þér.
Já, ég meina, það var nú bara þannig, ég var skert grínaði, sko, þegar við komum hérna í lagadeildina, það voru nú ekki margar konur. Nei, nefnitt. Það voru bara eiginlega nánast teljandur fingrum annar handar. Já, var það kannski þannig? 6 eða 7 konur í árganum. Já, ég skil. Þessi árganum sem komst upp á annað árið. Já. Og þær voru alltaf hérna býtu strákar, ofbústlegri hallagslir. Þið komið í óreifuðum skóm, þau eru óbustaðir og þær voru einhvern veginn að reyna að girða okkur og reyma skóna og veistu bara eins og konur oft gera þegar við erum misbúið. Já. og ég ger alltaf grína því að það voru að reyna að koma okkur til manns og það hefði ekki alveg verið bara að ljúka því þegar ég lauk námið þannig að einn hefði þurft að giftast mér að klára verkefni. Og en auðvitað ekki það, ég auðvitað íkja og gera grína þessu en það var auðvitað samt þannig að styrkleikar kvenna og kalla er oft mismunandi. Og þess vegna kallaði hennar Sofíu Frænku upp af því það er eitt forstjóri á heimilinu og það er hún. Já. Ef ég ætti að vera forstjóri þá væri þessi heimilisrekstur í rúst. Já, mér finnst líka aðdánarvert hugrekkið þitt sko á árinu 2026 eftir allt sem á undan er gengið að þora bara enn að líta á kynin sem ekki einsbreytur. Þau eru bara styrkleikar genir allt almennt. Eru styrkleikar, svo eru þetta frávik sko. Já. En svona almennt eru styrkleikar að þau eru bara ólík frá náttúrunnar hendi. Frá náttúrunnar hendi segir og þetta nefnilega sko þau eru það sko. Þarna segja sko feministarnir að þú sért eðlishyggju sinni í stað þess að hugsa á félags mótun. Já, mér finnst það bara að blasa við mér að sko efnafræðin í kynjónum er bara mismunandi. Mismunandi hormón, mismunandi styrkleikar, mismunandi veikleikar. Og þess vegna þess að í fjölskyldunum eru 2 þess að allir styrkleikar komi fram í þessu kompaníi sem hjónabandið er sko. Okay. Þannig horfi ég á það og auðvitað er alls konar frávik í þessu. En kynin eru ólík, lífeðlisfræðilega ólík. Út af þessum hormónum og þess vegna er áhuga sviður að mig getur verið mismunandi og þú breytir því ekkert svo glatt en og hugsun þeirra aðeins öðruvísi, tilfinninga þeirra jafnvel aðeins öðruvísi og svo framvegis. Þú býr þetta ekki til sko en þú getur ræktað eiginleika hvers og eins, alla þá bestu og reynt að gera besta úr fólki. En ég held bara líffræðin er bara þarna sko. Það sem heyrst þú að segja sko er að villidýrið í okkur við erum náttúrulega bæði manneskja og dýr exakt og þú sem sagt trúir því að dýrið í okkur það hverfur ekki og það sé að verki oftar heldur en hefur kannski í fræðaheiminum verið. Já, svo fræðin sko, pólitísk hugmyndafræði reynir að breyta þessu veruleika svona eftir hendurleika. Þannig upplifi ég það. Og en auðvitað skiptir sko þetta uppeldi skiptir máli. Fjórðungur breiður til fósturs ekki sagt. Og það skiptir máli hvernig þú getur nýtt eiginleika þína, haft kontroll á skapið þínu, hvernig þú umgengst fólk, hvernig þú ert, skiptir máli uppeldi sko. En alla jafna eru sko kynin með mismunandi eiginleika, mismunandi styrkleika sem ég held að sé bara mjög gott að menn saminið þessa eiginleika í góðu hjónabandi sko. Og þannig hef ég bara hort á þetta. Þetta er þín heimsmynd. Já, og ég meina ég horfi bara á þetta, ég bara horfa mitt hjónaband sem auðvitað snýst eignast börn og koma til manns og hafa kompaníið ást og kærleikurinn er svo mikilvægur í þessu og verður alltaf mikilvægt eftir svona eldist lostin er kannski meira ábrennt í byrjun og fyrstu áratíðina svo er kannski kærleikurinn svona sem tekur svolítið yfir þetta er mín kona, þetta er mín fjölskylda þetta er mín börn og ég ger allt fyrir þau. Þannig hugsa ég og þannig hugsar hún en hún er þetta límið í þessu. Ég býð ekki barnabörnunum og börnunum í mat. Það er hún sem stjórnar þessu. Sem er kallað þriðjuvaktina.
En þriðju ættin er kannski bara náttúrulegt fyrirbæri, sko. Ég ætla ekki að deila við því hér. Ég ætla bara að fá, mér finnst bara fróðulegt að kynnast því hvernig þú hugsar. Já, þess vegna er ég kallar íhaldsmaður. Já. Og mér finnst ég var bara að horfa á svona ákveðna staðreyndir og ákveðin veruleika. Mér get dottið í huga að fara einhverja pólitíska hugmyndafræði og alltaf breyta þessu einhvern veginn, sko. En ég held ég lendi bara vegg í því, sko. Svo eru hérna hugtök eins og ábyrgð. Þú ert stundum að skrifa sko... Já, að við tökum meira ábyrgð á sjálfum okkur. Já. Og mér minnir að þú hefur líka svona nokkrum sinnum vikið að sko sýndar umhyggju gagnvart því sem er að gerast handa við hornið á sama tíma og sumir sem hafa hátt taki ekki ábyrgð á eigin högum. Þú hefur stundu skrifað þannig að fólk sem er að bjarga heiminum ætti kannski að byrja að líta sér nær. Já, ég hef gert það. Og ég, sko, eins og ég sagði bara sögun á hann því ég var með ákærða menn í höndunum og byrjaði að segja að vill ekki taka ábyrgð. Ég held að þessi best fyrir uppstæð. Upp á framtíðina, sko. Ég vil að menn taki ábyrgð á eigin mistökum. En ég vil ekki að hjálpa. Ég ætla ekki, ef við gera mistök þá ætla ég ekki að tróða þeim í svaðið, sko. Nei. Fyrirgefningin er þetta mikilvægur hlutur í þessu. Ég veit hún er erfið. Að því við erum mannlega og við höfum þessar tilfinningar. En ég tel hana bara mikilvæga. Og ég segi, sko, þú veist, þegar menn gera eitthvað ránt, við gerum þess að ránt og vitandi að það er ránt. Finnst okkur rétt að menn þurfi ekki bara neina ábyrgð. Það hafi engar afleiðingar. Heldur þessi gott fyrir persónuna, heldur þessi gott fyrir samfélagið, ég held þessi gott fyrir neinn. En við megum ekki vera svo anstíkilega við þá sem gera mistök og alltaf taka ábyrgð á því. Að við ætlum að útskoða þeim. Nei. Eins og stundum er ábyrgandi gert. Og ég er bara ekki þar. Svo er ægi, annað orð. Ægi er bara mjög mikilvægur. Bara þegar ég er í skóla, þá fór enginn inn í skólan. Þegar bjallar hringdi fór allir í röð. Þú kannski maður settur þessu líka. Það var ekki nóg að vera í röð. Þú ætlar að jafna bilið. Ok, menn ekki það, hvaða máli skiptir þetta nú? Þetta er algjört aukaðri. Þetta er nefnilega ekki aukaðri. Þetta er einhver regla, einhver fyrirkomulag sem skiptir málið upp í staði, sko. Ég er það, þess vegna, þetta kallaði mér bara algjör íhersemi, forneskju, afturhald og ég veit ekki hvað og hvað. Nei, mér finnst bara ágætt að það sé hafðar einhverjar einfaldar reglur sem menn þurfa að fara eftir strax í byrjun. Þú byrjar ekki alveg barnið 7 ára og 10 ára. Þú verður að leið og fara vit að þarftu að hafa reglu og það hefur afleiðingar að þú ætla að brjóta þér. Þá er ég ekki að tala um að berja börnin, sko. Nei. Svo líka eru svona stærðir sem við höfum útist úr skólastarfi eins og með söng og svo leiðis og eitthvað sem bindur fólk saman og við þurfum að staldra við, sko. Já, en sko, ég upplifði mér réttu örungu. Einhvern veginn að þróunin í þessu fræðum, sko, hafa bara leitt okkur í þessa ógöngu, sko. Þú verður ekki að félagslega sterkur, þú ert einangraðið, þú ert bara í eigin heimi með þessa græjur. Við þurfum að hvort öðru að halda. Við þurfum að læra hvort öðru. Þegar við vorum krakkarnir saman að leika okkur í götunni, þá vissum við það að við vorum að hafa reglur svo þetta fungeraði. Leikurinn. Menn fóru í fílu, menn fóru í reiðir. En þetta var samt, það var einhver regla. Og þetta er óbúslega mikið. Ef þetta er bara einhvern veginn látið leika einhvern veginn á reiðanum og enginn þarf að taka ábyrgðun einu og allt bara, menn gerir bara sem sýnist. Það er bara ekki góð þróun, Björn. Ég held þú sé sammála mér í þessu. Ég er mjög hugsi yfir mörgu og ég held við þurfum að nálgast sumar hluti krítískt sem við höfum tekið góða og gilda. Við þurfum alltaf að vera vakandi yfir því að það er ekkert sem segir okkur að síðustu tímar séu bestu tímar allra tíma. Nei, það er samt í mig. Og nýjustu hugmyndir séu bestu hugmyndir allra tíma.
Fólk hefur haldið þetta alltaf Já, meira og minna. Hér á Íslandi þetta flókið vegna til dæmis með tæknibreytingarnar að þær hafa eiginlega órofið valdið framförum í efnahag þjóðarinnar og lífsgæðum, ekki lífsgæðum. En nú kann að vera, til dæmis, bara haldandi áfram að hugsa tæknina, að við séum komin á þann stað að við þurfum að vinda ofan af hlutum. Ég held það, en það var gætna sagt við mig þegar ég var að segja, heyrðu, býtu, stöldur maður við hérna. Það var sagt við mig, heyrðu, Brynjar, komdu þú nú í 21. öldina, komdu í nútíman. Já. Eins og nútími sé alltaf bestur og allt er rétt. Eins og það er bara, Nasista hefur sagt, komdu á 4. áratuginn, Það er ekki svona, það er ekki alltaf allt best, Nei. Og ég held að bara eins og ég tel bara þennan boðskap Jesú Krist, hvort þú kallar kristni eða hann getur verið líka í öðrum trúarbröðum einhver leiti, einhver svona sem sameinar okkur, gerir okkur kleift að búa í samfélagi, sé bara alveg ótrúlega mikilvægt. Og ætlar að íta þessu bara út og allir einhvern veginn bara að fletta og hver sér sig, eins og menn halda að einstaklingshyggja hugmyndafræði mín sé þannig að aðrir skiptir mikið máli. Það er mikil misskilningur. Að ég bý í samfélagi, Ég bý í samfélagi og við þurfum öll að geta notið okkar í þessu samfélagi út frá hæfileikum og getu okkar. Það er það umhverfi sem við erum að búa til í stjórnmálum. Þetta er ekki flókið í mínum huga. Allir geta verið þáttakendur í. Já. Hér er fólk sem kemur til mín sem gestir og ræðir gervigreindina og talar að það geti farið svo að renni saman maður og vél. Það er ekki hugguleg framtíð að sýna það. Nei, þá erum við bara orðnar vélar eiginlega. Ég meina, fegur við mannskepnina, hún er svolítið gölluð. Hún hefur mismunandi skapgerð og mismunandi eiginleika og mismunandi hæfileika. En eitthvað verður að tengja okkur saman til að geta búið í samfélagi. Af því eins ólík og við erum. Og ég held að Jesú Kristur hafi verið ágætur í því og það þarf meira til. Og ég bara, auðvitað veit ég að samfélagi verður alltaf fullkomið. Það verður alltaf ykkur einstaklingar sem brjóta af sig, gera eitthvað. En hvernig bregðust við því sem samfélag? Er fyrirgefningin og kærleikurinn mikilvægastur? Eða er það eitthvað annað? Er það reiðin og hefndin? Ég spyr bara, Og mér finnst þetta bara áhugaverð spurning og við erum bara svo ótrúlega sérstök og mér finnst við áhugaverð, Áhugaverðar en dýrin. Miklu, ég meina hundurinn hugsa bara að fá að borða, og sleikir þið bara upp eftir því, og finnst gaman að hóta að labba, en ég meina, en auðvitað er ykkur einstaklingar sem eru einstæðingar og hundurinn er bara mjög góður félagi, og ég ætla ekki að taka hundin af neinum, Nei. Ég er hundavinur líka, Já. Eftir að þú lýkur laganámi, hvað gerist þá? Þá er mér boðið starf hérna upp í gamla fógetaembættinu í Reykjavík, sem var bæði dómstóll og stjórnsýslu apparat. Mér er búið að vinna þar í skiptaréttinum og eftir að ég var nú að vísa aðstoð Ármann Snæ var ég að skrifa erðarétt og sifjarétt eða hjálpur með aðalega þetta bara gema með svona einhver ábendingar og prófarkalestur og svona. Geri það sumarið og svo hausti fer ég að vinna hjá fógetaembættinu og starf þar. Og það voru nú ekki ómerkari menn þar þá fyrir heldur Markus Sigurbjörnsson og Ragnar Hall og fleiri, Jónas Gústafsson og fógetar. Og í þá daga ertu bara fulltrúið þar og í þá daga var þetta bara dæmt í djúpulögina bara settur í skikki og þú áttir að úrskurða í þessu máli og mjög fljótlega þannig að ég er raunverulega í dómstörfum þar strax og úrskurða bara heilmikið ágreiningsefni varðandi nauðungarsölur senna og skipta á dánabúum og þrotabúum og þessu úrskurða í þessum málaflokkum. Síðan þegar að breyta fógetum í sýslumann 1991, það 28 framkvæmast. Það var sem ok, ég ætla ekki að vera hérna bara í stjórnsýslustofnuninni og hætta að dæma og þá bara fór ég í lögmennskuna. Hausti 91. Og er þar bara mínu lögmannsstofu í samvinnu við aðra síðan.
og enda með 1999 þá hringi Sigurmar K. Albertsson, sá gamli sósíalisti og vinur minn, í mig og í okkur félagana sem vorum saman með stofu og fekk okkur yfir til sín. Ertu þá þarna ekki farin að hafa afskipta stjórnmálum? Nei. Þetta bara 1999. Skrifa ekki neitt, skrifa aldrei neitt. Gerði ekki, hélt ekki ræðu nema bara í dómsal og og skrifa engan texta og gerði ekki neitt. Þannig að ég vinn síðan í lagastof með Sigurmar K. Albertsssyni sem eiginmaður Álfheiðar Ingadóttur. Mikill sómamaður og mikill vinur minn. Við erum ekki saman neitt í pólitíkun. En við áttum farsælt samstarf. Og ég þar, svo gerist það eftir hrun, þá verði ég nú fyrsta lagi formaður lögmannafélagsins. Og þannig að ég var nú ekki óþekktur í stéttinni, skilur. Ég fer þá að skrifa eftir hrun blaðagreinar. Móti Icesave, samningunum, en aðalega að segja mönnum að aðeins að halda aftur að sér í reiðinni. Ég skildi hana, þetta áfall, þetta var mesta áfall, við höfum lent í sem þjóð. Og maður fann tónin og ég var að vara við þessu tón. Og byrjar þá á Facebook? Nei, þá byrja ég að skrifa, nei, ég ekki komin á Facebook. Þú ekki komin á Facebook, rétt eftir Nei, þá skrifa ég einhverja pistla í pressunni, byrja þannig. Svo skrifa ég einhverja svona greinar í Fréttablaði á þessum tíma, þannig að ég fer að vekja athygli á mér í þjóðmálaumræðinni. Haustið 2012, þá allt komin áhugi á að fá mig í pólitík. Og hvar heyrðirðu fyrst hann áhuga? Það er góð spurning. Ég var náttúrulega aldrei í heimdallega sög, sko. Nei. En ég heyrði bara svona mönnum sem ég þekkti, akkur fæst þú bara ekki í pólitík? Það var ekki eitthvað eitt símtal sem að riði úrslitum? Nei. Þannig að ég segi við konuna mér haustið 2012, heyrðu, ég sem að hætta hérna í lögmennskunni og farið stjórnmál. Ég ætlum ekki að lýsa sitt með konunum minni það, sko. Það er ekkert lítið stað. Nei, ertu geðveikur, sko. Já. Við ætlar að fara að lækka tekjur heimilisins og fjórfalt til þess að fara í pólitík, sko. Var það þá munurinn á tekjuðinu sem lögmaður og þingvara? Já, þingvara kaupið var mjög lélegt þá, það hækka seinna, var mjög lélegt. 2013 við byrjum á þingi, þá held ég að sé 650 skall. Já, þá var ég kannski með 2-3 milljónir á mánuði, kannski gæti ég rekna mig út sem lögmaður. Það var svona fjórfalt læri tekjur. Og Og svo óvíst hvað hefði orðið tekjupóstað þína ef þetta pólitíska ævintýri hefði farið illa og allt það. En ég náttúrulega lokaði ekki stofur, ég fer bara í pólitíkina. Ég skil. Og næ þessum feiknalega árangri í prókjun, þannig að var ljóst að ég yrði þingmaður. Býtu, rökstuddu þetta hans betur fyrir mér, feiknalegi árangurinn var aftur hver? Að ég náði, ég var bara að ríða upp. Það var ljóst held ég í öðru sæti í öðru hvoru Reykjavíkur kjördæminu. Já. Bara úr engu yfir í að hoppa þangað. Úr engu. En eins og ég segi, ég var ekki alveg óþekktur maður því að hann formaði lögmannafélagsins, skrifaði pistla. Varstu með hera fólki í kringu þau sem vann þeirra gagn? Já, sko, það var sagt við mig að því ekkert að falla prókjunum að fái stuðning og liða hringja út og gera eitthvað. Og ég fekk leigjanda minn sem leiði hjá mér íbúinu niðri, Rúnar Freyr. Og leikari sem var þá svona komið svo að stað eftir erfiða tíma. Gerði hann kosningastjóra og hann skipulaði þetta svona, sagði þú að fara á férsbókina, vinur minn. Ég var ekki á férsbókinu. Það var alltaf verið stjórnmálum, það var að fara á férsbókina. Hann stofnaði reikning fyrir mig held í 2012 haustið og ég safnaði einhverju peningum frá einhverju svona sem voru tilbúin að styðja mig. Við minna að það verið 3 milljónir sem ég fengið og það var notað bara eitthvað staff til að hringja út og ég náði þessum árangri. En ég lokaði ekki, ég flutti síðasta máli mitt
í Hæstarétti í nóvember 2015. Ég kom öllu sem ég gat komið frá mér annað, en sum mál voru komin einhvern farveg, það var ekki hægt að skipta lögmann. Þannig að ég var með lögmannsréttin og flutti einhver mál alveg til þess að nóvember 2015. Og var að kenna líka á þessum tíma líka með. Þannig að ég var ekki bara þingmaður, stundarkennslu. Kendi fyrst í Bifröst og það var öll launin þar í hraðasektir. Ég fekk alltaf mynd á mig á sama stað í fiskileg. En þetta er bestu myndir sem við teknum af mér, sko. En ég hafði svolítið gaman að kenna. Mér hafði gaman að vera að þusa í liðinu og fá það upp og taka þátt í umræðinni. Þannig að þau getur svolítið notið sér sjálf. Þau þurftu að kynna að taka þátt í debatt í svona rökræðu. Og ég held að þau hafa bara haft gaman að því, sko. Það þurftu aðeins að toga því í þetta. En þannig kemst ég í pólitíkina, sko. En svo finnur þau strax þú ert komin inn í þennan stóra flokk og mikla flokk. Sjálfstæðisflokkin. Ég er ekki einu sinni viss með að ég hef nefnt Sjálfstæðisflokkin. Nei, en það komið tíma að nefna hann núna að ég kem þetta inn, sko. Og ég kem þetta inn eins og skrattin og söðarinn, sko. Ég þekkti þetta fólk ekkert. Ég hafði ekki verið í Heimdalli og ekki í Suðs. Kunnir ekki siðina þeirra? Kunni ekki siðina þeirra og það bara horta á mig eins og ég var bara vangefinn en svo byrja menn að reyna að toga sig í sína hópa, sko. Og ég sagði bara, heyrðu, mín þróskuröskun leifir það ekki. Þannig að ég hef alltaf verið svolítið einn þannig séð. En ekki illa þokkaðar í svoleiðis. En ég hef verið svo trjádrumbur þarna. Og farið svolítið svona aðra leiðir og aðeins náða pyrra þau og eitthvað svona, sko. En ekkert alvarlegt, það var aldrei eitt vesen. Og ég meina, þetta er allt meira meina vinir mínir í dag, skilur. En ég var auðvitað öðruvísi. Allt öðruvísi maður heldur sem ólst upp í öllu þessu kerfi, sko. Kannski er það svona sem þú varst aldrei ráðherra. Ég held að það er ástæðan, já. En ekki? Jú. En ég meina, klíkurinn ætla bara ekki að leyfa það, sko. Nei. Og hvernig reynsla var að koma að setjast á þing á þessum tíma? Og svona? Það var rosalega gaman frá 2013 til 2016. Alveg rosalega gaman. Þá var ég efnaðs og vistnefnd með annars. Og þá vorum við í glímunni og öllum frumvarpum kringum Afram Haftana og slitabúin og það var svakaleg vinna og mikið verk. Og við fundum á kvöldin og fram á nætur á tíðanbili og helgar í efnaðs og vistnefnd til að klára þessi mál. Þetta var stæðstu hagsmunamál, sko, fyrr og síðar, myndi ég segja, sko. Og mér finnst aðeinslegt, ég var óbúslega upptekið við það að gera þessi frumvarp betri og láta það virka. Og auðvitað hafði reynslu mín og þekking einhver áhrif í nefndinni í því. Og mér finnst ég hafi gert svo mikið gagn þar. En það er eiginlega eina skitt sem ég finnst ég gera gagn á þingi. En það er samt gott að eiga kafla. Ég átti þannig kafla. Og svo kemur þessi eins manns meirihluti 2017 þarna með Viðreisn og Bjartri framtíð sem alltaf mjög stuttur og skrítinn og svo erum við komin í VFG og þá er ég alveg orðin outside, held ég, sko, og gagslaus, sko. Og ég sagði ok, svo kemur bara COVID að bjargar einhverju, en ég vissi alltaf í þessu samstarfi myndu við aldrei ná því sem ég taldi þurfa núna og í nánustu framtíð. Það er að segja betri stjórn á landamærunum, orkumál og svona halda atvinnulífinu á tánum og svona. Ég vissi að það myndi aldrei ganga með því. En ríkisstjórnin stóð sér samt í heildina ágætlega, sko. Sagan gæti, sko, farið þannig orðum þessi 2 tímabil. Það sem Sjálfstæðisflokkur og VFG og Framsókn reyna hið ómögulega. Að sagan gæti farið þannig orðum þessi 2 kjörtímabil að allar þessar 3 pólitísku stofnanir hafi stórtapað á þessu. Já, en ég held að mesta tapið gerist raunverulega þegar ríkissjóður fyrir að fjármagna þessar flokka. Já. Það er mín trú.
Já, það fínt. Þá ertu bara farin að fjölga flokkum, sko. Þá er þessi sjónamið sem menn héldu saman undir einum hatti enga fórsendur fyrir lengur. Þú gæst bara stokki út, þú ert ósammála þessu og þú vissir þú hafðist allir fylgi fyrir því og stofnir bara nýjan flokk og hann er fjármagnaður. Já, þannig að sko það sem sumi myndi kalla lýðræðisumbætur sé á kostnað festunar og markmiðana sem þurfa að vera til þess að ná framgangi. Já, ef þú ætlar að ná góðri stjórn á landinu og þá þýðir ekkert að vera með alla þessa 10 flokka eða 8 flokka eða það þarf að vera meiri festa og ég hef alltaf verið sérstakar aðdáandi fjórflokksins, sko. Ég held að það hafi verið ágætt að halda mönnum á tánum að hafa 4 en þú ert komið með bara einsmálsflokk eða einsmannsflokk. Ég held að það sé ekkert sérstaklega hollt fyrir lýðræðið. En það er alveg grunnur fyrir að reka slíka flokk í dag af því þú hefur fjármagnir. Þú fær alltaf úr plattform og maður segja að það er svo lýðræðist og þá getur allir tekið þátt. En ég held að það sé ekki jafn gagnlegt allavega. Nei. Þetta er eitt af því sem þú hefur verið að skrifa undanfarið sem og að þér finnst framlögin til Ríkisútvarpsins skalinn og hlutverk þeirra. Já, ég held að það sé til skala hvort tveggja til lengri tíma litið. Já. En nú liggur, eins og ég sagði í inngangnum, það er náttúrulega líkur á að þú endir þinn starfsferil sem borgarfulltrúi. Hvað við töluðum um það fyrir áður en við settum þetta niður fyrir þetta spjalla. Við ætlum svona að reyna bara að kynnast þér betur og manneskjuna á bakvið þessa opinberu fígúru sem almenningur hefur kynnst hjá þér. Við höfum svo sem ekki mikið rætt pólitík, ekki allavega flokkspólitík eða neitt slíkt, en ég held ég verið nú aðeins að svona gefa þér færi í lokin á að þú segir mér og hlustendum áhorfendum sko af hverju þú tekur þessa ákvörðun núna á gamalsaldri að taka enn eitt snúninginn og býður þig fram í borgarstjórnarmálunum. Já, sko, ég get að sagt að ég var auðvitað komin annar stað. Ég var að sinna dómstjórum og alltaf að halda því áfram. Já. Og fæði þetta fínu umsögn og ljóst að ég yrði það en síðan gerist það bara það að það verður gífurlegur þrýstingur á mig að taka þátt í þessu. Ég er auðvitað áberandi. Menn meta það að ég hafi eitthvað fylgi og ég geti náði eitthvað fylgi. Ég veit ekki hvort það sé raungerist eða það sé rétt. Það kemur bara í ljós. En það var lagst auðvitað mjög þungt á mig. Ég var eiginlega að fara að fá samviskubit að vera svo vonduð flokkir að fara ekki fram. Okay. Þannig að ég hugsa mér, ef ég verð áfram í dómstólum þá er ég með mjög takmarka málfrelsi. Ég verð 66 ára þessu ári. Er ekki allt í lagi að bara hafa málfrelsi síðustu 4 ára og svo var ég 70 sko, og taka bara þátt í þessu. Það er ástæðan fyrir því. Sko. En ég gerði sem að skilyrði. Sko. Það sé að ég sagði, heyrðu, ég er gamall til að vera einhver svona almennu bulli. Sko, við þurfum bara að vera skýr með það að við ætlum að sinna almennilega okkur lögbundur hlutverkum fyrst og fremst. Við ætlum að hlusta á borgarbúa. Ekki taka bara upp einhverja pólitíska hugmyndafræði og þvinga upp á borgarbúa. Við erum að hlusta. Hvað vilja þeir í raun? Og það verður við að leggja áherslu á í þessu frambúði. Ef menn allir ekki gera það, þá þýðir ekkert fyrir að hafa mig með, sko. Þá er ég ekki með, sko. En er ekki eins komið fyrir sjálfstæðisflokknum eins og bara meira og minna öllum stofnunum samtímans, ekki síst pólitískum, að það er bara bullandi klofningar og ágreiningar og það er mjög mikil áherslu á hið persónulega og þetta er fólk sem að ótal sínum tota og næri ekki lengur saman um hugmyndir. Ég meni, þið eru náttúrulega í þessari stöðu núna. Við sjáum það þegar fólk er að flýja yfir í miðflokkinn að þeir fekk ekki framgang. Já, það er bara komið annað plattform fyrir þá. Það er bara til 2 svoleiðis flokkar núna. Hvort ná ég velja? Ef ég fæ ekki plattform hér, þá reyni ég að hafa plattform á hinum flokknum. Eða ég að byrja viðreist 3. flokknum.
eða jafnvel fjórðanflokknum flokki fólksins fullt af sjálfstæðsböru þar miskilt að sjálfstæðsmenn séu náttúrulega stóttvítar í öllu þessum frambúðum nánast nema vor til vinstri. En þeir eru orðin ansi smáir miðað við það veldi. Já, það vegna þess að pólitíkin við þróast þess átt. Það er bara að búa til fleiri plattform fyrir fólk með sömu svona grunnhugsurina svona frelsi í athafnalífinu, í atvinnulífinu og svona menn fá að njóta sín og njóta dugnar og eitthvað svona. En svo geta menn verið alveg svakalega mismunandi afstöðu til ESB eða eitthvað og misjafnlega íhaldssamir og mismikið frjálslyndir eða mismikið frjálshyggja og þá bara búa menn til einhverja 3 flokka út úr þessu 3 til 4 og ég sé það er ekki að gagnast gömlu sjálfstæðistefnin okkar að vera í 3 flokkum. Nei. Heldur það hafi ekki verið rifist innbyrðis og verið ósammála innan sjálfstæðisflokksins, þingflokksins ára máður? Jú, örugglega. En menn ákveða að halda sér saman. Já. En menn gera það bara ekki í dag. Nei. Og þú harmar gamla tíma? Ég harma gamla tíma hvað þetta var það. Það sem menn tókust bara á innan flokks og komu samhendir út af við. Það er eins og við ráðum bara ekki við það lengur. Nei. Það eru mína stærstu áhyggjur í pólitík. Eða upp með marga litla veika flokka. Þá er bara minni líkur á árangri að þetta er ekki nógu góðar og öfluga stofnanir. Það hafa ekki bakland, það hafa ekki grasrót, þetta er bara einhver þvæla út og suður á samfélagsmiðlum. Þetta er bara galin pólitík í dag. Ég bara sagði minn flokk núna, nú bara tölum við bara beint við fólkið, við finnum hvað við þurfum að taka til í rekstri borgarinnar og ég segi, við þurfum að fara í veruleg samgöngu mannvirki og hlustum á fólkið. Þetta er ekkert flókið, Nei. En það ég ætti ekki að þrönga einhverju hugmyndafræði minni upp á fólkið. Hlusta bara á það. Að þetta er nú sveitarstjórnarmálefni, Þvæla út og suður á samfélagsmiðlum. Já, ég tek þátt í því, Minn er bara alltaf. Já, nei, ég meina þannig er það bara. En ég er að reyna að koma með einhverju sjónarmiðum. En ég er ópressast mikið liðsmaður. Ég meina, auðvitað hafa miðflokksmenn áhuga á mér, segir sér sjálft. Þeir oft tala og sagt, þú átt miklu meira heima hjá okkur heldur í sjálfstæðisflokknum. Ég segi, það getur vel verið heima einhverju sjónarmiðum og mér finnst að standa ykkur bara vel og ég er bara ánægð með ykkur, gott, allt í lagi. En það er bara eitt sjálfstæðisflokkur, það er ein sjálfstæðisstefna og ég ætla bara að reyna að bæta flokkin. Ég hef trú að það sé hægt og fullt af öflugu fólki, hann hefur þó ennþá svo stofnarinn víður um land, hann er eina breiðfylkingin út um allt land, hann er allstaðar í framboði og ég vil ekkert missa þetta, ég tel það alveg ótrúlega mikilvægt fyrir land og þjóð. Menn getur ósammála með það, en ég sjálfur alveg samfæður það að sjálfstæðisflokkurinn sé lykilatriði. Hann má auðvitað bara ekki mikla og hann þarf að kunna að halda utan um þetta og menn þurfa að það þarf lipurð, orð sem ungt fólk þekkir ekki lengur lipurð, en það þarf svona lipurð og fínessur til þess að eiga við svona samfélag, svona fjölbreyttan hóp. Sem konaðinn segir að þig skorti. Sem mig skorti. En það væri ég held í vonlaus leiðtogi. Þið skorti nefnilega þessa fínessur. En ég geti alveg verið góður með að sinna ákveðnu og ég get verið mjög kraftmikil og duglegur þegar ég er komin í einhvern verkefni sem ég ætla að árangur í Ég trúi því. En ég nenni ekki bulli. Nei. Við glemdum alveg að ræða Britsin. Tíminn er búinn. Stærsta málið, en allt í lagi, við tökum annan þáttum það, Björn. Það er ekki bara. Jú. Það er eitt þitt skemmtilegast áhuga mál, ekki sant? Já, ég meina, þú ert að halda heilanum aðeins í gangi, Já, ég veit það. Þetta og svo er þetta bara svo skemmtilegt. Svo er þetta félagskapur líka. Já. Þetta er bara, þetta hendar sumum og annað hendar ykkur öðrum. En þetta verður að vera með. Já, samanlega. Heyrðu, bara annar þáttur síðar Brits. Já. En gangiði vel í komandi baráttu. Það verður hver að fá að fljúa eins og hann er fiðraður. Það er það sem ég tek svolítið út úr. Nákvæmlega. Fá að fljúa eins og fiðraður. Og það er bara svo mikilvægt og hafa umbörlið gagvart því. Já. Kæra þakkir fyrir samveruna í helgispjalli Brynjar Níelsson. Takk sem leys. Og þá er þessu lokið hjá okkur. Ég vil minna ykkur hlustendur áhorfendur á það að síðar í dag verður samantekt á svona því efni vikunnar sem var framleitt í Rauðaborðið sem við teljum ástæðu til að endurflytja, við kallum það úrval
og svo á morgun mætir Sigurjón Magnús Egilsson og ég held hann sé einsamall vegna veikinda Gunnars Smára en ég held að hann ætla að standa vaktina í Synir Egils, eitt af flaggskipum samstöðarinnar, fróðlegur og áhugaverður umræðu þáttur. En ég heiti Björn Þorláksson og takk fyrir samveruna. Verið þið sæl. Segðu það á Samstöðinni.